Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar, hefur hvað sér ljós. Gerðu svo vel. Já, ég verið beðinn að flytja ræðina aftur og ég ætla bara að verða við því þegar komið nokkuð svona seint nýstafinn og hafa beðið mig sérstaklega fyrir þetta. Nei, við ætlum að leyfa okkur að heiðra hér konur sem búið að starfa lengi fyrir Framsýn og þar á undan Verkalýðsfélag Húsavíkur og ég ætla að vera hér með smá bara tölustutta sem á þessa leið. Ágætu félagar, Kristbjörg Sigurðardóttir, varaformaður Framsýnar stéttarfélags, hinn þögli Þjarkur, hefur ákveðið að stíga til hliðar sem varaformaður félagsins á næsta aðalfundi þess sem haldið verður 15. maí næstkomandi. Kristbjörg eða Bogga, eins og hún oftast nefnd, fædd á Arnstapa við Ljósavatn árið 1950. Síðar bjó hún á Lækjamóti í Kinn sem Bogga nefnir ávallt fögru sveit til að árétta fegur sveitarinnar sem að hennar mati einstök. Svo ekki sé talað Ljósavatni. Síðustu áratugina hefur Bogga búið í Auðbrekku 5 á Húsavík. Kristbjörg á að baki mjög farsælt og glæsilegt starf fyrir félagið sem trúnaðarmaður, fulltrúi trúnaðarmannaráði félagsins, stjórnarmaður og varaformaður. Bogga var tíma í stjórn Alþýðusambands Norðurlands, þar af formaður í 2 ár. Þá var Bogga fyrst kvenna til að gegna varaformennsku í samvinnu félagi verkamanna og verkakvenna, Verkalýðsfélagi Húsavíkur og nú Framsýn. Þá hefur hún komið að því að gera margra kjarasamninga fyrir félagið, svo ekki sé talað innra starf félagsins, þar sem hún hefur stjórnað því að mikilli festu í góðu samráði við samstarfsmenn á hverjum tíma. Eða eins og samstarfskona hennar komst að orði, Bogga í Hvoli alltaf boðin og búið til að sinna öllum mögulegum störfum í þágu félagsins, hvar og hvenær sem Það verður aldrei neitt vesið þegar til hennar verður leitað. Ég tek heilshugar undir þessi orð, hér henni vel lýst. Við Bogga höfum átt mjög náið samstarf og náð að beisla okkar skoðanir og áherslu saman til góðra verka í þágu verkahólsi Þingeyjarsýslu. Að sjálfsögðu höfum við nöndrað hvort öðru eins og gömul hjón, en við skiljum þessu miklir og persónulegir vinir. Það alveg ljóst að við komum til með að sakna hennar og okkar starfi, konu sem metnaðarfull og með sterka réttlætiskennd, sem góð blanda fyrir sanna, jafnréttis og baráttukonu eins og Boggu. Ástæða til að þakka Hjálmari Jóni Hjálmarsinni, eiginmanni Boggu, fyrir skilning og þolinmæði vegna vinnu hennar í þágu félagsmanna Framsýnar og samfélagsins í Þingeyjarsýslu. Það vita þeir sem eru virkir í félagsmálum að án skilnings frá maka eða sambýlismanni þátttaka í félagsmálum ómöguleg. Hjálmar hafði kærar þakkir fyrir. Á þessum tímamótum hefur Framsýn ákveðið að heiðra Kristbjörgu Sigurðardóttur fyrir velvinni störf í þágu félagsins og félagsmanni 30 ár og færa henni gullmerki félagsins. Að ræða æðstu viðurkenningu félagsins, það heiðursfélagi Framsýn stéttarfélagi. Kristbjörg hefur sjálf sagt að afskipti hennar af verkalýðsmálum hafi byrjað 1984 þegar Erna Þorvaldar, þá trúnaðarmaður starfsmann af Sjúkrahúsinu á Húsavík og stjórnarmaður í Verkalýðsfélagi Húsavíkur, hafi fengið hann í samninganefnd fyrir hönd starfsmanna í Þvottahúsinu vegna samningagerðar fyrir Sjúkrahúsin á Norðurlandi. Síðan þá hefur hún sem betur fer fyrir okkur sem hefur starfað með henni ekki getað slitið sig frá starfinu. Það alltaf gaman saman með Boggu. Þess má geta gullmerkið smíðað af Þorbirni Halldórssyni gullsmið. Kristbjörg Sigurðardóttir Bogga, viltu gjöra svo vel að koma hér upp og veita þessari viðurkenningu móttöku. Bogga, gjörðu svo vel. Heiðurskona og barnakona sem alltaf skilur. En það svo langur brjótt í gullmerkinu að ég svo hættum að stinga hennar hóp. Þannig að ég afhendi henni þetta bara. Þannig að verður ekki slys hér. Hátíðargestir, kæru félagar, gleðilega hátíð. Leið og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina öll þessi ár, vil ég þakka fyrir mig. Þakka þeim fjölmörgu sem komið hafa og starfa með mér að verkalýðsmálum. Þessi tími hefur verið fróðlegur, gefandi, stundum erfiður,
Hann hefur spilað alla tilfinningu á glórunum. En upp úr stendur þó þakklæti, gleði að hafa átt þess kost að starfa innan félagsins. Ég þakka brautarýðendum og forverum okkar þá baráttu sem þeir hóðu við ekki betri kjör og aðstæður en þau sem við búum við í dag. Skópu svo mörg af okkar helstu kjararéttindum sem við eigum og þá sterku stöðu sem félagið Framsý tók í arf og hefur borið gæfu til að viðhalda og efla á alla vegu síðan þá. Ég hélt að ég gæti skilið við verkefnishreyfinguna á lygnum sjó, en komst að þeirri niðurstöðu að það þýddi ekki að bíða eftir þeirri stöðu. Verkefnishreyfingin á aldrei að vera á lygnum sjó, hún á alltaf að vera á tánum og í baráttu hug. Ég þakka samstarfi við systurfélagið, þingið og starfsmannafélagið og óska þeim alls hins besta í framtíðinni. Ég skil við Framsý í góðri siglingu með góðan skipstjóra og áhöfn. Ég óska félaginu velfarnaðar í störfum sínum í þágu félagsmanna sinna ókomna tíð. Saman stöndum við. Takk fyrir mig.